höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og núna erum við búin að fá hljómsveitina, eða part af hljómsveitinni Mafama til okkar. Velkomnir, strákar. Hæ. Kannski fyrsta spurning, hvernig líst ykkur á að Luis Suárez sé farin frá liðinu? Það er bara æðislegt. Já, ég er mjög sorgmæddur. Já. Ég er þessu öllu saman. Það er beða heilsónum. Já, og hans fjölskyldu. Já, þannig að hann væli kjó bolta á Spáni. Það er þessi bara, Jesús. Þetta var umræðan okkur fótbolta í dag, Mafama. Koma oftar að ræða íþróttir. Herði, það er náttúrulega myndbandið og nýja lagið sem að þið voru að gefa frá okkur. Það var frumsýnt núna á internetinu, á Monitor. Og kannski bara byrja að tala lagið. Já. Sjálft. Tala það? Nei, byrja þú. Ok. Já, lagið sjálft, hvað vil ég vita það? Bara, þú veist, hvernig það verður til og... Þú ert búin að vera með það í... Hvað þú ert að syngja og... Já. Myndbandið allavega segir einhverja sögu og bara spyrir Já. Lagið er bara gott grúf. Já. Góð bassi og bara halda þessu í gangi, sko, og það bara var til, skilur við. Já. Já, góðri æfingu. Það var bara, þú veist, kannski 10 sekúndar lúpa sem okkur leist öllum svo vel á og ákveðum bara að gera eitthvað úr því, sko. Já. Engin dýpri saga en það á baka það? Nei, síðan alltaf var það þegar... Nei, það er engin dýp, það er bara svona... það er saga. Hútstöð, sko. Ástæðan fyrir ég spyr, sko, er það að ég var að náttúrulega sjá myndbandið sem að er að segja einhverja skrýtnarsögu sem ég er ekki alveg búinn að ná og ég held kannski að ég var hægt að tengja það við textan. Þú vilt kannski segja okkur frá þessu myndbandi? Já, ég meina, hvað er að segja, sko? Þú veist, það er ekki ein saga sérstaklega. Það er þessi maður þarna með þennan hníf. Já, Sonny, sko. Sonny er náttúrulega bara, það er kannski órætt í textanum, en það er greinilega eitthvað mál með hann, sko. Já. Greinilega. Það verður að segja honum að gera eitthvað ýmislegt, sko. Þetta er svona statement fyrir hann, alls konar. Já. Og Sonny, þannig að hann er þá hugsanlega Sonny? Sonny? Hún, það, þú veist, við vitum það ekki. Nei. En í vídeo, sko, í vídeóinu þá kannski mætti halda að hann væri Sonny, sko. Já. Maðurinn með hnífinn. Já. Og space-gleraugun. Já. En, já, þetta er bara stemning, þetta er bara órætt, sko. Hafa þetta nóg opið svo almenningur geti tengst þessu frá hjartanu, sko. Já, bara frá sínu eigin sjónarhorni. Það er ekki alltaf að mata ofan í hvað þetta er. Nei. Sko, þegar hann setur hnífinn, þá er að segja, sko... Já, í rauninni, sko... fallísták. Já. Hnífurinn er fallísták, sko. Vissulega. En myndbandið er svolítið óvinnilegt. Þetta er svona ekki, kannski, já, eins og flest tónlistamyndband sem maður sér. Eða hvað, lögðu þið mikla vinnu í það? Já. Aðalega bara fórum svo ekkert mikil vinna í að taka þetta upp eða þannig, sko. En það er aðalega kannski svona eftirvinnslan og þannig. Já. Gefið sér einhverja, hvernig við heldum binda þetta saman og... En er það ekki rétt sem að ég heyrði að þið eru búin að fara, þið byrjuðu í rauninni á tökur og voru með alls konar hugmyndir upp á við þetta og sem var kannski töluvert frá þessu sem það endaði síðan? Já, það breyttist töluvert, jú. Já. Við pröfum annað í millitíðinni og notum það ekki. Já. Við sjáum myndbandið núna hérna í lokþáttur, þá getur fólk kannski bara dæmt sjálf hvað það er að segja. En hljómsveitin sjálf, við erum búin að fylgjast með ykkur í langa tíma síðan við urðum til. Við erum búin að spila hérna á svona minnistöðum hérna á Akureyri. Svo voruð þið á stórri hátíð fyrir sunnan daginn, Secret Solstice. Solstice? Hvernig var að segja? Secret Solstice? Secret Solstice. Solstice. Ég nefnilega fór í heimsókn til syðri hluta Bandaríkjanna, þar sem sögðu margt að segja svona. Solstice, já. Þið voru ekki þar? Við vorum þar, rétt. Bara svona út frá því, hver er stefna hljómsveitar núna eða hvert er hún að fara? Bara halda áfram sömu línum held ég, eða þú veist, bara spila. Var ekki gaman að taka þátt í þessari hátíð? Jú, það er rosalega gaman að og bara fyrir öll íslensk bönd að geta farið inn í svona professional umhverfi. Labbað inn á og upp á svið og með alvöru hljóðmenn og allir að gera allt fyrir þig og það fyrir að sjá um þetta allt sjálfur eða eitthvað þannig. Það vill oft vera þannig, já. En þetta er líka tækifæri, það voru blaðamenn og voru ekki einhverju að hafa samband við ykkur? Jú. Einhvers konar pallur? Algjörlega. En svo er líka eitthvað framöndan, þið eru að fara að spila á, já, kannski svolítið ólíkum tónlistarhátíðum, þið verðið á Gærunni, er það ekki? Á Sauðárkróki í ágúst, hvenær er það? 15. og 16. ágúst, er það ekki rétt? Og svo verðið þið á Airwaves, já. Nóvember, næsta. Og síðan örugglega eitthvað hann inn á milli, sko, sem við þurfum að fylla upp í þarna, sko. En þessar hátíðir eins og tökum til dæmis Airwaves, er þetta svona, sjáu þið fyrir ykkur að þetta sé leið til að komast, þú veist, lengra, til að
fá athygli hjá erlendum fjölmiðlum? Já, bara öllum, allir tónleikar svo sem eru það, skilur, það heyrir þetta einhver og fílar það en jú, þetta Airwaves náttúrulega svolítið hannað fyrir það, sko, svona sem export fyrir íslensk bönd, svolítið mikið. Svo líka meira áttar að fara bara eins og, ég farið á tónleika hjá ykkur á Akureyri Backpackers, þar sem lítill staður í miðbænum, þar sem svona brjálæðislega hómið þar og að sjá fullt af tónlistarfólki. Eitthvað að gerast í akureyrsku tónlistarlífi? Vegna þess að hérna í mörg ár þá bara var þetta eiginlega neðarlegt hvað, til dæmis Dalvíkingar áttu mikið af tónlistarfólki og ekki akureyringar. Já. Það kom grein daginn, hérna á Iceland, hvað heitir hún aftur? Music Export, emx.is. Og það kom eiginlega bara á óvart hvað væri mikið í gangi. Já. Síðan bara sjá ég að það alltaf eitthvað í gangi á miðvikudögum eða fimmtudögum á Backpackers. Þannig að ef þú getur fyllt það, þá hlýtur náttúrulega eitthvað verið í gangi, sko. Já, nákvæmlega. En ég vil nú mest tala bara ykkur, sko. Já. En ekki stefnan svolítið sett á að fara aðeins lengra, sko? Stundum verður þetta náttúrulega bara eitthvað hobby þar sem við erum að hittast og búa til lög og eitthvað svoleiðis, sko. Viljið þið ekki að fara aðeins lengra með Mafama eða hvað? Jú, maður vill ekki bara eitthvað að spila og gleyma þessu, sko. Þú veist, ekki í þetta skipti. Þú veist, en bara, þú veist, allir með... En ef það gerist, þá bara gerist það. Já, bara spilum, skilur. Bara njóta þess að það Já, spilum og gerum hlutina vel og þá bara, ef þú gerir það, þá held ég að skili sér alltaf, sko, þú veist. Það sé stefnan, sko. Gera þetta almennilega, sko, og síðan fylgi hitt bara svona... En þið eru ekki beint mainstream, þið eru ekki bara, nú ætlum við að gera poplag sem að... Nei, ef þú ert farin að gera það, þá þetta ekkert skemmtilegt. Nei. Er ég nú öru. Nákvæmlega. Þannig að þið eru búið til tónlist fyrir ykkur og vonið að almúginn líki það? Já. Fyrir dýrð Guðs og allra manna er að búið til tónlist. Eins og Bach sagði. Nei, þú veist, trúðallir á Guð þá, það er alltaf lægi að þetta kvót, sko. Já, þetta trúar. Þetta mjög trúarlegt, Ég hættur í bandinu. Þú farið hérna 50% afslátt á stefgjöldum eða þú ert hérna í trúarhljómsveit. Ég var að segja þetta í gær. Í alvörunni? Hæ? Já, ég var að segja honum að við ættum að breyta N4 í trúarstöð. Já, geðveikt. Þá fáum við 50%. Já. Af stefgjöldum. Hörðu. Þið eru að ljúga. Nei, ég stendur í alvörunni. Já. Vá. Þetta eru í reglum stefs. Já, þetta eru áhugaverðar reglur. Þannig að ef þú búið að trúna, þá farið 50% afslátt á stefgjöldum. Vorum við ekki að því núna? En hvað fáum við 50% afslátt af hverju? Bara á gallabuxum. Það er nóg komið rugli ef að sjá þetta myndband og jafnvel kveðja. Í hvernig væri það? Bara kveðjum úr föstudagsþættinum hérna í Hofi með nýja myndbandinu frá Mafama og segjum góða helgi. Og takk fyrir komuna, það var vel. Takk, bless. Calling, take them and show him how the fuck